Ég heiti Víðar og kenni eðlisfræði við Flensborg. Skulum skoða hérna svo kallar RC-rásir þar sem að rafhlaða ýtir straumnum af stað í gegnum viðnámið og þéttirinn sem upphaflega var tómur hleðst upp og þá byggist spenna upp í honum. Kirchhoff segir að heildarspennan í þessari rás sé jafnt og 0 og ef við setjum nú diffrið af hleðslunni með tilliti til tíma í staðinn fyrir strauminn þá fáum við fyrsta stigs diffurjöfnu og það gefur okkur lausnina að Q sem hleðslan í þéttinum er jafnt og Q0 og við veljum mínusútgáfuna 1 mínus e-veldinu mínus t á móti RC. Ef við diffrum báðum megin þá fáum við að straumurinn í rásinni er E sama sem E0 eða hámarksstraumur sinnum e-veldinu mínus t á móti RC og spennan í þéttinum hún er líka afgangurinn af spennunni þegar að viðnámið er búið að taka til sín spennuna í sinum R og stærðin tá hérna hún er kölluð tímafastinn R sinu C og við skulum byrja á því að reikna hve mikil hleðsla er komin inn á 20 mikrofarada þétti eftir 33 millisekúndur ef straumurinn kemur frá 4,5 volta rafhlöðu í gegnum 440 kílóóma viðnám og við söfnum vopnum okkar og byrjum á því að rifja upp að spenna þéttirinn hann hefur formúluna Q deilt með vaffi og við einangrum út úr þessu hámarks hleðsluna Q0 og fáum að Q0 sé sama sem rýmdin sé sinnum hámarks spennan vaff 0. Nú getum við reiknað að hámarks hleðslan hún er 22 sinnum 10 mínus 7 farad og sinnum hámarks spennan það er 4,5 volt nær því reyndar aldrei alveg en hún getur orðið 99,99% og það þýðir að við erum hérna með hleðsluna 9,9 sinnum 10 í mínus 5 kúlomb sem algjöra hámarks spennu, hámarks hleðslu. Við náum í jöfnuna fyrir uppbyggingu á hleðslu í þéttinum og segjum að Q-ið er þá sama sem Q0 sinnum svíin 1 mínus E í veldinu mínus T á móti RC og þegar við erum búin að reikna út Q0 þá erum við með talnainnsetninguna 9,9 sinnum 10 í mínus 5 kúlomb sinnum svíin 1 mínus E í veldinu og nú setjum við þennan stóra veldisvísi hérna inn. Þetta er mínus tíminn 33 millisekundur 33 tíminn mínus 3 og við deilum með viðnáminu 440 kílóóm það er 440 sinnum 10 í 3 og við margkvöldum hér undir striki líka með rýmd þéttisins 22 sinnum 10 mínus 7 og út úr þessu fáum við hleðsluna 3,3 sinnum 10 í mínus 8 kúlomb já, þetta er svona 33 nanokúlomb ekki mikið og sýnidæmið okkar öllu við að meira þar erum við með rásina
með 0,30 mikrófarada þétti 20 kíló óma viðnám og rafhlöðuna 12 volt og við eigum að byrja á því að reikna hámarksstrauminn. Við náum í vírformúluna af sama sem í sinnum R og einangrum I út úr þessu. Það þýðir að hámarksstraumur sem við getum náð hérna, það byrjunarstraumurinn þegar að þéttirinn tómur, það hámarksspennan deilt með viðnáminu og ef að spennan 12 volt og viðnámið 20 kíló ohm, þá erum við með strauminn 6 sinnum 10 í mínus 4 amper eða þetta svona 600 mikroamper og næst eigum við að reikna þéttin þegar hann hálf fullur, hve langan tíma tekur það og við náum í formúluna spennu í þéttinum. Hún VAF 0 sinnum 1 mínus E í veldinu mínus T á móti RC og það kannski ágætt að gera sér grein fyrir því að þessi hálffulli þéttir, hann þá með spennu sem helmingurinn af hámarkinu. Nú skulum við nótera það. Hálffullur þýðir sem sagt að vaffið sama sem helmingurinn af vaff 0. Þá skulum við einangra T hérna og við byrjum á því að deila með vaff 0 og fáum 1 mínus í veldinu mínus T á móti RC og nú getum við dregið 1 frá báðu megin og það þýðir við erum með vaff mínus deilt með vaff 0 mínus 1 jafnt og mínus E í mínus T á móti RC og ef við margföldum með mínus í gegn og tökum logra þá fáum við að og margföldum líka með mínus RC þá fáum við að tíminn mínus RC sinnum ln af 1 mínus vaff deilt með vaff 0. Þetta gefur okkur T. Setjum nú tölur inn í þetta. R-ið 20 kíló ohm, 2010 C-ið 0,3 mikró, svo það 0,3 sinnum 10 í mínus 7 og við tökum ln af 1 mínus spenna þéttisins var helmingurinn af hámarksspennunni og við sjáum að þetta styttist bara út þarna og útkoman verður að tíminn sé 4,16 sinnum 10 í mínus 3 sekúndur eða 4,2 millisekúndur. Loks ætlum við að reikna hleðsluna þegar að straumurinn 20% af hágildinu og við rifjum hérna upp hann Kirchhoff-kallinn og hann sagði nefnilega að spennan frá rafhlöðunni mínus spennan í viðnáminu mínus spennan í þéttinum væri jafnt og 0. Ef við einangur núna út úr þessu hleðslu þéttisins þá getum við byrjað á því að setja hleðsluna
hægra megin hérna með því að bæta henni við og vinstra megin eigum við þá eftir VAF 0 mínus I sinnum R, en við bættum Q-deilt með C við báðum megin, svo við þurfum að margfalda hérna, já, með C sinnum C. Við munum að hafa þetta þá bara í sviga hér og við setjum inn tölurnar. VAF 0 er 12 voltin, straumurinn er helmingur af hágildinu sem við vorum búin að reikna út að myndi vera 600 mikroamper, svo það eru 0,2 sinnum 6 sinnum 10 í mínus fjórða og allt þetta, já, þetta var straumurinn, margfaldum hann núna með þessum 20 kilóómum og þá lokum við sviganum og við þurfum að margfalda, já, með rýmd þéttisins 0,3 sinnum 10 í mínus sjötta faröld og þetta gefur okkur hleðsluna 2,810 og 8 sinnum 10 í mínus sjötta kúlomb sem er fallega skrifað það bil 2,9 mikrokúlomb. Og nú kanntu nógu mikið til þess að æfa þig á þessum dæmum hérna og 2 af þeim lítið breytt munu koma á næsta örprófi samkvæmt áætlun. Gangi þér vel.